Góðan dag og velkomin í Gunnhan Bressas. Jæja, nú er mikill áfangi búinn. Búið að gifta Berglindi, dóttur mína, og þetta var yndislegt. Veðrið lék við okkur, þetta var allt svo bara frábært. Þið hafið fengið að fylgjast með í seinustu þáttum þegar ég var að prjóna fyrir hana rauðan jakka með svona lykkjum. Ég ætla að setja hérna mynd af Berglindi þar sem hún skartar honum. Fór henni rosalega vel og ég var mjög ánægð með þetta. Já, viku fyrir brúðkaup þá kom hún til mín og tók þá hluti sem að ég var búin að gera fyrir hana. Það er að segja rauða jakkann, litlu blómin sem ég var búin að vera að hekla, ef þið munið eftir þeim. Úps. Þetta niður, ég held að þetta myndi nú festast hérna í flauelinu. Hérna, og þau eru bæði sem sagt bara þar sem ég gekk frá endurum. Svo þegar ég fór að segja Berglindi frá því að það tæki liggur við jafnlangan tíma að ganga frá endurum eins og það tæki að hekla blómið. Og það er svona býtu, það þarf ekkert að ganga frá endunum. Þetta getur bara verið stönglar, þetta má bara vera svona. Þannig að ég hætti að ganga frá endum og útkoman var að ég gerði 250 blóm sem voru svo sett á borðin og þetta skreytti bara rosalega vel. Þegar maður að halda svona veislu að þá svona kannski kemur ýmislegt upp svona á síðustu metrunum. Hún fékk skilaboð frá fyrirtækinu sem að sá veitingarnar og salinn og þetta og með það að það vantaði dúka og hvort að þau ættu að koma með dúka, leigja dúka og sjá að setja það á borðin. En Berglind fór að spá, nei, hún vildi frekar hafa venjulega dúka og hún fór í Rauða krossinn og fékk þar 3-4 dúka sem hún keypti. Og talaði svo við mig og ég alveg, já, ég á fullt af hvítuefni. Og sem að eru örugglega svolítið stórir bútar og eitthvað svoleiðis. Nema hvað, hún kemur til mín, við kíkjum í skápinn hérna og hvað? Þetta voru ekkert nema stóri dúkar sem að mér höfðu verið gefnir svona í gegnum árin. Og hún labbaði út held ég með 12 stóra dúka. Og það var svo skemmtilegt að dúkarnir passuðu, fjöldin af dúkunum passaði akkurat á borðin. Svo þegar við vorum og ég var að taka út alla hvítu dúkana og var að sýna henni og við urðum svo ánægðar, það var mikil gleði að þetta væri bara tilbúið og svona, að þá fór ég að sýna henni dúka sem væri handsaumaðir, sem búið að vera að sauma út í og svoleiðis. Og við fengum þá hugmynd að setja þá ofan á hvítu dúkana. Þannig að þetta voru, gamlir dúkar sem að ég hef sankað að mér. Sumir eru frá mömmu, aðrir úr stórhöfðunum og svona, þannig að það er bara æðislegt. Þannig að hún tók fullt af dúkum og við settum þá á borðin. Sjáu hvað þetta verður, hvað þeir eru fallegir sko. Ég á eftir að strauja, ég er búin að þvo þetta og á eftir að strauja. Og settum þá á borðin og svo var hún búin að sanka að sér glervössum, svona blómavössum og setti svona þurrkublóm og fleira í vasana. Og ég ætla að setja ein myndir af borðskreytingunum, hvað þetta kom vel út. Já, það borgar sér stundum að vera eins og ég segja að ég sé hoarder í textíl. Það er ýmislegt sem er til hjá mér. Og
það liggur við ef að vantar eitthvað þá get ég að redda hlutunum sem er frábært. Já, þegar hún var búin að ná í það sem ég hafði gert fyrir hana, jakkan, blómin og já, gestabók. Ég saumaði utan gestabók fyrir hana. Að þá stóð ég alltaf upp og bara, býttu, hvað á ég að gera? Hvað á ég núna að gera yfir sjónvarpinu? Þegar ég sitt upp í sófa og er að glópa sjónvarpið. Þá hafði ég bara ekkert verkefni. Ég var eitthvað að vandrast yfir þessu við vinkonu mína og hún kom með hugmynd. Hún hafði byrjað að prjóna slá fyrir nokkru síðan og lagt það svo frá sér og ekki byrjað aftur, þess að ekki haldið áfram. Þannig að hún spurði hvort ég væri ekki bara til í að prjóna slána fyrir hana. Og ég bara, já, ekki vandamálið. Og það er þessi slá. Og hún er svona. Ég er komin hérna eitthvað. Þannig að þetta er kraginn, þetta er prjónað ofan frá og niður. Og framstykkinu, þetta er svona tvöfalt. Hérna framstykkið. Opið hérna svona. Þannig ég er bara full að prjóna þetta og sem er bara ótrúlega gaman. Og þetta er bara garðaprjón, þannig að ég þarf ekki mikið að hugsa yfir þessu. Nema svona af og til ef að uppskriftin segir að það á að breyta einhverju. Svo er ég að fara í ferðalag hérna innanlands. Við ætlum að taka hringinn og þá var ég að hugsa að það væri nú kannski svolítið mikið að hafa þetta í bílnum þegar ég komin eitthvað lengra á veg með hana, að þá væri þetta nú kannski full mikið til þess að hafa þetta allt í fanginu og vera að prjóna. Ég þarf eitthvað annað. Ég þarf eitthvað annað verkefni. Og ég sá mynd af heklari peysu. Þegar mér finnst svo gott að hekla þegar ég er á ferðalögum. Þá er ég ekki með marga prjóna og þá bara sitt ég bara með heklumnáluna og ég hef oft verið að hekla dúllur og svona ýmislegt. En ég fór á netið og sá hugmynd að einni peysu og ég ákvað að hekla hana, eða hekla svipaða. Og hérna er garn sem að ég er búin að eiga lengi og sumt af þessu hef ég byrjað á einhverju og rakið svo upp. Ég held að eins og þetta hafi farið í 2 verkefni sem ég hætti svo við. Þannig að þetta er svolítið svona vandræðagarn. Kannski er einhver álög á því. Kannski klára ég bara ekkert heldur núna, ég veit það ekki, en ég vonast til þess að geta klárað. Ég er sem sagt að gera hérna svona bara stuðlahekl og þetta er ekkert nema spottara því ég er að hekla þetta sem sagt svona. Byrja bara hérna í einni hliðinni og hekla út að hinni hliðinni og ég skipti svo bara lit einhvers staðar. Og þess vegna eru nú allir spottarnir hérna. Og þetta er fínt verkefni í ferðalag og ég er að vonast til þess að ég klári peysu úr þessu. Að þetta verði ekki eitthvað sem að ég komi til með svo að rekja upp. Þess að ég var að tala áðan álögagarninu. Nei, það er ekkert svoleiðis. Þannig að þetta er bara, ég held að þetta eigi eftir að vera bara svolítið skemmtilegt. Og þetta er svona fíngert garn, ullagarn og svona loftar svolítið vel þannig að þetta verður bara fín peysa. Og ég ætla að hafa þetta sem jakkapeysu, opna. Ég er búin að sjá það er best fyrir mig held ég. Eða svona allavega ég hugsaði það þannig núna. Svo getur vel verið ég breytum skoðun. En ég er hérna byrjuð á bakstykkinu.
Svo þegar ég kem heim úr ferðalaginu þá ætla ég að fara að vinna hérna niður í kjallara. Þá bíða mín ýmiss konar verkefni, eitthvað sem að ég er byrjuð að vinna og þarf að klára. Ég held að ég sé með alveg svona stafla verkefnum sem að ég þarf að klára og svo annað. Þannig að ég hlakka eiginlega bara til að fara í það. Það verður svolítið gaman og svo náttúrulega þetta eilífa verkefni að laga til hérna. Af því að við undirbúning brúðkaupsins að þá gaf ég mér ekkert mikinn tíma til þess að ganga frá hlutum, þannig að ef að ég kom með eitthvað hingað niður og þá bara var því skellt á borðið eða á gólfið eða eitthvað og ekkert gengi frá. Þannig að nú þarf ég að gera það og það bíður mín bara þegar ég kem heim úr ferðalaginu. En það er bara gaman og ég er komið með í kollinn svona alls konar hugmyndir sem ég langar að vinna úr og prófa nýja hluti. En það kemur í ljós á næstu vikum. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.